Það var árið 1977 sem síminn hringdi og það var spurt frægan leikara, Óskarsverðlaunahafa Alec Guinness, sem hafði leikið 2 keisara, kardinála, páfa, konunga, Hitler, ég veit ekki hvað og hvað. Og hann hafði nýlokið við að taka upp og leika í fyrstu Star Wars myndinni. Það þurfti svolítið að sannfæra hann þetta, hann var ekkert allt og hrifinn af þessu til þess að byrja með. En þegar kom að því að semja kaup og kjör, varð lendingin sú að hversu mikils virði svo sem það yrði í framtíðinni þá fengi hann 2% af hagnaði þessara myndar. Og þessi samningur hljómar nú miklu betur í dag en hann hljómaði á þeim tíma. En nú styttist í frumsýningu myndarinnar og hinum endanum á línunni var George Lucas, leikstjóri og höfundur myndarinnar. Og hann vildi aðeins ræða við hann frumsýninguna sem var handa við hornið. Hann sagði nefnilega að það liti allt út fyrir að myndin yrði bara alveg ágætt. Það voru miklar efasemdir ekki bara hjá Alec Guinness, sem fræga og mikla leikara, heldur líka hjá höfundi myndarinnar George Lucas og meðan á gerð hennar stóð. En þetta leit nú allt út fyrir að ætla enda þokkalega, gagnrýnendur voru hrifnir af myndinni og hver veit nema það yrði einhverjir peningar í þessu. Og tilefni símtalsins var að þakka Guinness traustið fyrir að hafa nú slegið til og bjóða honum aðeins ofan á þessi 2%. Og George Lucas sagði við viljum til þess að þakka þér fyrir að treysta okkur fyrir ferlinu á þessum tímapunkti að bjóða þér 0,5% í viðbót. 0,5% af hverju svo sem vissi hann ekkert endilega en þakkaði bara pent fyrir það. Nú þegar myndin var frumsýnd var alveg ljóst í hvað stefndi. Hún sló öll með, þetta var gríðarlega vel tekið strax frá upphafi og þegar Alec Guinness loksins hafði sig í það að fara á hana sjálfur og sjá hana í bíóhúsi þá hafði hann samdægurs samband við framleiðanda myndarinnar sem hélt utan veskið. Þannig að það var nú kannski betra að fá þetta 0,5% skriflegt. Þannig að hann hafði samband við þennan aðila og sagði, ég er búinn að tala við George Lucas, já, ég veit að því. Og ég var nú að spá hvort það væri ekki hægt að fá hérna skriflegt, já, þetta er hérna 0,25% sem við ætlum að gefa þér hérna ofan á 2%. Og hann svona, já, ok, ef ekki bara að segja það. Þannig að hann endaði á því, hvort sem að við köllum þetta það að honum hafi verið gefið 0,25% til viðbótar eða verið snuðaður 0,25%, þá eignaðist hann 2,25% af þessu veldi sem þessi kvikmynd varð. Og okkur reiknast til, þegar allt talið, að bara bíómiðanir sem seldust, og var auðvitað það sem að hann átti þarna 2,25% í, hafi skilað 300, eða hagnaðurinn fyrir gefið sem er það sem hann átti þessa prósentu í, væri 389 miljardar íslenskra króna á verðlagi dagsins í dag. Og þessi 2,25% væri þá eitthvað 9 miljardar meira en hann fekk allan sinn feril í öllum þessum æðislegu myndum sem hann hafði leikið í. Og erfingjar Alec Guinness segja að þeim svona reikni svo til að þegar allt hefur verið talið að þá hafi hann fengið 12 miljardar í tekjur í heildina fyrir Star Wars. Þannig að þráttur hann hafi sett einhverja fyrirvara við handrit til að byrja með, þá sá hann nú tæplega eftir þessu. En hvað með þetta 0,25%? Í hvor áttina sem við tölum þetta, hvort hann var snuðaður þetta eða hvort hann fekk þetta þarna aukalega frá George Lucas, að þá vill svo til að þetta nánast sléttur milljarður króna. Og allar fjárhæðir sem við ræðum í samhengi Star Wars eru nefnilega svolítið háar. Og þetta ætlum við að ræða hér í dag. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin hingað í Íslandsbanka í Norðurtjörni. Ég heiti Björn Berg og við ætlum að tala Star Wars hér í dag. Og við getum ekki talað Star Wars án þess að byrja á byrjunni. Árið 1971, þegar 27 ára gamall George Lucas gerði kvikmynd sem svo sem braut ekkert risa blað í kvikmyndasögunni, THX 1138. Hér er hann með öðrum stórleikara, Robert Duvall. En það var á þessum tíma sem hann var þegar byrjaður að skrifa Star Wars og smíða þennan heim. Star Wars er ekki bara ein kvikmynd, það er ekki bara ein kvikmynd sem var til í kollinum ánum þessum tíma heldur heill heimur. En þetta þurfti aðeins að bíða og 2 árum eftir THX 1138 sló hann í gegn. George Lucas, 29 ára, leikstýrði og skrifaði og kom út American Graffiti. Hann fekk $150.000
fyrir að leikstýra þessari mynd sem um 100 milljónir króna á verðlagi dagsins í dag. Myndin kostaði í heildina $750.000 og tók inn 200 milljónir. Ofboðslega góður business fyrir framleiðendur myndarinnar. Hún var útnefnd til nokkur Óskarsverðlauna, til dæmis var George Lucas 29 ára tilnefndur sem besti leikstjóri og fyrir besta handrit og myndin auk þessum besta mynd. Á þessum tímapunkti George Lucas örlítið þekktara nafn en hann var áður og framleiðslu fyrirtækin, kvikmyndaverin, átt að segja á því að kannski hægt að veðja á þennan unga mann til að gera myndir sem skila einhver í kassan. Við gerð þessara myndar kynnist hann þessu manni sem hann vann síðan með ekki bara í Star Wars myndunum í kjölfarið, heldur einnig í Indiana Jones, þess að fræktur orðið. Og hann fær dílinn, það loksins dettur í hús, samningur við Fox, við 20th Century Fox. Og það einmitt gaman frá því að segja eins og mörg ykkar hafa eflaust tekið eftir að bæði vörumörkin, það að segja Lucasfilm og Fox sem voru þarna sikkur með við borðið, eru núna undir sömu risastóri reglífinni sem er Disney. En þegar samið gerð fyrstu myndarinnar, þá reynir nefnilega svolítið á báða aðila. Hversu miklu eru Fox tilbúnir að tjalda tilvarandi kostnað og hvað það sem George Lucas vill fá fyrir þennan draum sinn. Fyrsta boð hljómar upp á það að Fox hyggist ekki greiða honum $150.000 eins og hann fékk fyrir American Graffiti, heldur $500.000. 320 milljónir króna á verðlagi dagsins í dag fyrir að leikstýra mynd. Hann hins vegar kom með móttilboð sem eitthvað allra besta móttilboð sem þekkist í Hollywood sögunni held ég. Þar sem hann segir, nei, vitið þið, ég skal bara taka það sama og ég fekk fyrir American Graffiti. Ég skal taka 100 milljónir króna, ekki 320. En í staðinn fæ ég að eiga allan varning, réttinn á öllum varningi og réttinn á öllum framhaldsmyndum. Og Fox hugsa á móti, þetta gerir bara myndinu ódýrari í framleiðslu og það verður ekkert framhald og það verður engin varningur. Það engin varningur gerður á þessum tíma. Í dag Star Wars varningur seldur fyrir mörg 100 milljarða króna á hverju einasta ári. Þetta samningurinn sem varð til þess að seinna meir var hægt að selja allt þetta risastóra apparat til Disney eins og við förum á eftir. Fyrsti starfsmaðurinn sem George Lucas réði til að hjálpa sér við þessa mynd var Ralph McQuarrie sem teiknaði þessa mynd og fleiri. Lucas með ákveðna hugmynd í kollinum það hvernig þessi, ekki bara myndin heldur, hvernig þessi heimur mun allir saman líta út og McQuarrie fær það hlutverk að teikna. En við skulum ekki gleyma því hvenær þetta að gerast. Þetta miðjan 8. áratuginn og peningarnir sem hann hafði úr að moða og tæknin á þessum tíma og tæknin sem hann hafði í höndunum var mjög takmörkuð. Og þetta einkenndi gerð myndarinnar, fyrstu myndarinnar nátt allan tíman. Það var ákveðin pirringur varðandi getuna til þess að framkvæma þennan draum og koma þessu öllu saman á hvítatjaldið. Og raunar verður það þannig við gerð myndarinnar að það fer smátt og smátt að byggjast upp risastórt stormaský yfir kollinum á George Lucas þegar hann sannfærður þarna á miðri leið það að hann ekkert að gera þessa epísku stórmynd sem hann ætlaði sér, hann bara að gera barnamynd. Og hann hefur ægilegar áhyggjur af því að þessi stóri draumur hans sé bara að sturtast niður klósettið. Þá bjallar hann í vin sinn og segir, þessi vinur hans að taka upp aðra kvikmynd í Alabama á þessum tíma og segir, ég alveg ómögulegur og hann segir, komdu bara til mín, fljúðu hingað til okkar til Alabama, vertu aðeins hjá mér bara hérna á settinu, slakaðu á, við ræðum málin, þér eftir að líða betur svo ferðu aftur og klára myndina. Þegar hinn hins vegar mælti til Alabama þá tók þetta á mótunum. Sett sem var miklu stærra, miklu dýrara en hann hafði og kvikmynd sem hafði fengið tvöfalt hærra budget eða peningu úr að moða en hann hafði fengið sjálfur. Leikstjórinn var Steven Spielberg og hann var að gera Close Encounters of the Third Kind. Þarna situr George Lucas og það fer bara hellirigna úr þessu stormaský. Hann verður algjörlega ómögulegur og fer að gráta þarna í öxlina og hálsagotið á vini sínum og segir, þetta alveg ómögulegt, þú ert að gera mynd svona ekkert við erum að tala hérna geimverur og þetta að koma út á svipuðum tíma og þín miklu flottar en mín og mín alveg ómöguleg og eins og sönnum vini sæmir reynir Spielberg að hugga vin sinn og segir, nei, hvað þetta, þín að fara að verða voða fín. Og þá segir Lucas, nú ef þú ert svona viss það, ef þá ekki bara býta. Þú mátt eiga 2,5% í minni mynd ef ég má eiga 2,5% í þinni. Þetta samningur sem gerður
og Steven Spielberg er ennþá að fá peninga úr þessum samningi og hefur fengið yfir 10 milljarða króna, eða rétt 10 milljarða króna á verðlagi dagsins í dag með það sem við reiknum út. Close Encounters varðu þetta ofsalega stór og mikil mynd, stúdíói græddi mikið á henni en það er ekkert hægt að bera saman þá augra sem George Lucas hefur fengið úr þessum samningi og Steven Spielberg. Og þetta er svolítið saga Star Wars. Það eru þessir afdrifaríku stóru samningar í allar áttir. Og auðvitað byrjar þetta á þessum góða samningi. Við getum öll svona getið í eyðurnar hvernig það kom út fyrir George Lucas að hafa fórnað þarna ákveðnum milljónum fyrir það að fá að eiga allt framhaldið. En Alec Guinness gerir líka góðan samning og Steven Spielberg sömuleiðis. Og eins og ég nefndi áðan þá gekk þetta allt saman upp. Myndin var risastór, sló í gegn, 6 Óskarsverðlaun og okkur reiknar svo til að á verðlagi dagsins í dag hafi miðasala, ef allt er tekið, hún hefur auðvitað nokkur sinnum farið í bíó og við leggjum þetta allt saman, að þá nemi miðasalan 401 milljarði íslenskra króna. Og þannig hefur þetta lengst af verið. Bíómyndunum hefur farnað mjög vel í bíóhúsum, en eins og við munum sjá eftir, þá er það ekki einu sinni hálfsagan sögð þegar við tölum bíóhúsin. En ef við höldum okkur við bíósalina bara rétt snöggvast, þá lítur þetta nokkurn veginn svona út. Ef við tökum miðasölu allar þessari mynda og færum yfir á verðlag dagsins í dag, þá virðast það nú allar hafa skilað tilætluðum með þokkalegum árangri ef frá er talin mynd sem ég hins vegar einhverju hluta vegna held mikið upp á, það er kannski bara ég sem er Solo. En allar aðrar hafa heldur betur slegið í gegn. En þetta segir auðvitað alls ekkert alla söguna. Hvaða máli skiptir það að einhver mynd þéni peninga? Það sem skipta máli er hagnaðurinn, eða ekki? Það eru auðvitað einhver kostnaður á móti. Og það er ekki nóg að skoða bara hver framleiðslukostnaður er. Bíóhúsið tekur auðvitað hluta af miðasölunni. Og það þarf að kynna myndirnar, markaðssetja þær. Og það eru heilmiklir peningar. En hvernig lítur þetta þá allt saman út? Ef við drögum það allt saman frá, þá líta myndirna nokkurn veginn svona út. Allar hafa þær skilað hagnaði fyrir utan eina, sem er Solo. Ef við lítum bara á miðasölu, hugsaðu ykkur það. Auðvitað er seldur varningur, Blu-ray diskar, streymi, vídeóspólur í gegnum tíðina og það bætist bara allt saman ofan á þetta. En ef við skoðum bara það sem við höfum verið að eyða í bíómiðan, að þá eru þetta á verðlagi dagsins í dag 1410 milljarðar íslenskra króna. Þegar allt er talið, þrátt fyrir tapið á Solo. Og þetta er tala, ég get alveg bara verið að tala eitthvað allt annað tungumál. Hvað þýðir 1410 milljarðar króna í stóra samhenginu? Hvað með að bera þetta saman við það sem Hagstofan dregur saman sem heildarveltu í framleiðslu á kvikmyndum, sjónvarpsþáttum og myndböndum á Íslandi undanfarinn áratug. Það er 125 milljarðar. Á meðan hagnaðurinn af Star Wars er 1410. Þetta er eins og ég sagði á, nánast allar tölur sem við lítum á eru gríðarlegar. Og stundum lítum við á samanburðinn og hann bara hjálpar ekki neitt. Þetta er samt svo ofboðslega stórt. En ég nefndi það að það hafi ákveðin pirringur svona einkennt gerð fyrstu myndarinnar og hann hélt svo sem alveg áfram. En það sem þessi pirringur skilar er ákveðin sköpun á sama tíma. Og það eru auðvitað það sem að skipti þegar upp er staðið máli fyrir kvikmyndaiðnaðinn í heild sinni, að til þess að ná þessari sýn sinni fram, að þá þurfti bara að búa til nýja hluti. Og ef við spólum aðeins fram í tíman, til þess tíma sem Return of the Jedi, þriðja myndin í fyrstu þrenningunni, var á leið í bíó. George Lucas er búinn að gera myndina nokkurn veginn og búinn að leggja heilmikla vinnu í hljóðvinnslu. Tónlistin er auðvitað stórkostleg og þegar við hlustum á þetta núna við fullkomnar aðstæður þá er hljóðið alveg hreint magnað. En hann skoðaði myndina, hann renndi henni í gegnum tækin í bíóhúsi, bara til þess að prufukeyra hana. Og hann heyrði þetta bara ekkert allt saman. Hann heyrði ekkert öll hljóðin sem hann var búinn að liggja yfir. Tónlistin skilaði sér ekki almennilega í gegn. Vegna þess að það var engin staðall. Það var engin samræmdur staðall varandi það hvernig hljóð í bíóhúsum ætti að vera á þessum tíma. Og hvað gerir hann þá? Hann leitar aftur í titilinn af myndinni sem við töluðum áðan og býr til THX.
samræmdan hljóðstaðal sem bíóhús geta tileinka sér til þess að geta sýnt myndirnar eins og þær ekki bara vera sýndar heldur heyrðar sömuleiðis. Og þegar myndin var sýnd loks í bíóhúsum, 84 eða ekki, að þá höfðu margir færi á að hlusta á hana eins og hún átti að vera. En það meira sem var til í kringum þetta og vegna þessara, ég ætla ekki að segja þrjósku, en þrautsegju í George Lucas. En þá þurfum við að byrja á að spóla fram í tíma til 2011. Þegar Steve Jobs lést árið 2011 námu eignir hans eitthvað 1200 milljörðum króna. Hugsaðu ykkur, eignirnar hans, dánarbúið hans var nánast eins og samanlagður hagnaður öllum bíómyndunum. Hann var með ríkustu mönnum í heimi, það svo gefur að skilja. En ríflega 90% af þessari upphæð hefði bara nákvæmlega ekkert með Apple að gera. Ríflega 90% af þessum 1200 milljörðum voru bara vegna þess að George Lucas skildi við konuna sína. Hvernig stendur á því? Þá þurfum við að fara aðeins aftur í tímann. Í kringum 1980 ákveður George Lucas að ráða til sinn mann sem heitir Ed Catmull, tölvunarfræðing á Long Island, sem átti að taka við ákveðinni deild innan Industrial Light and Magic, sem tækni parturinn af tækni og hugbúnaðar parturinn af Lucasfilm. Og hann fær þennan mann til að stýra og byggja upp tölvuteikningar parti af þessum, af Industrial Light and Magic. Örlítið seinna bætist við maður sem heitir John Lasseter, maður sem hafði verið rekinn af Disney, var nýverið aftur rekinn af Disney. Og hugmyndin svo að byggja þarna upp deild og smíða tölvur og gera hugbúnað sem átti að hjálpa George Lucas að gera tölvugrafík í kvikmyndina sínar. En í kringum 1983 skildi George Lucas, eins og ég nefndi áður, við konuna sína. Og hann neyddist til þess að selja eignir til þess að fá peninga í lausafé, til þess að skilnaðurinn gengi upp, til að báðir fengju það sem þeir átt að fá úr þessum skilnaði. Og þá lenti þessi tölvudeild, Industrial Light and Magic, undir hnífnum og hann þurfti að selja þá deild, bauð hann til sölu. Disney vildi þetta ekki, en Steve Jobs hafði svo sem ekkert meira að gera, hann var hættur hjá Apple, það hrökklast frá þarna á sínum tíma. Hann keypti þetta á einhver algjöru hrakvirði, eða ekkert svakalega hárri upphæð, keypti þennan part. Þessir menn, Ed Catmull og John Lasseter, fylgdu með. Ef þið viljið kynna ykkur þessa sögu betur, þá skrifaði Ed Catmull bók sem heitir Creativity Inc., sem alveg stórkostleg þetta allt saman. Og það þurfti að nefna þetta eitthvað, og þessi deild og þetta nýja fyrirtæki var nefnt eftir tölvu sem þeir höfðu smíðað, sem hét Pixar. Og Steve Jobs tók við þessu og Pixar fór hélt áfram þessari vinnu við að þróa hugbúnað og fljótlega fóru einhverja teiknimyndir að koma út og þetta gekk ofsalega vel tæknilega séð. En peningalega séð gerði þetta ekkert nema að tapa. Og Steve Jobs var ekki eins vel auðugur á þessum tíma og hann var seinna meir. Þannig að hann hafði hreinlega ekki fjárhagslegt bolmagn til að halda þessu gangandi og bauð þetta til sölu en það vildi enginn kaupa. Þannig að það var bara eitt í stöðunni, sagði hann. Við verðum bara að gera teiknimyndir í fullri lengd. En hvernig á að fjármagna gerð teiknimyndar í fullri lengd þegar það engin peningar til að setja í þetta? Þá var samið við Disney. Farið til Disney og sagt, þið borgið fyrir framleiðsluna, við gerum 3 mynda samning og Disney tekur 95% af hagnaðinum og Pixar tekur 5%. Þessar 3 myndir sem John Lasseter, hægra megin á myndinni, gerði, Ed Catmull vinstra megin og Steve Jobs í miðjunni. Þessar 3 myndir voru Toy Story 1 og 2 og A Bug's Life. Nú þegar gerð myndarinnar Toy Story 1 sem tók mjög langan tíma, 5 ára að gera, þegar hún var langt komin, sá Steve Jobs þessa mynd, eða eins langt og hún var komin á þeim tíma. Og hann var sannfærður það á þessum tímapunkti að þessi mynd myndi breyta heiminum. Þegar fólk sér þessa mynd, þá eiga allir eftir að koma og vilja semja við okkur áframhaldi. Við erum með 3 mynda samning, en við erum ekki aftur að fara að hirða bara 5% af hagnaðinum. Við verðum að koma okkur í þá stöðu, sagði hann, að þegar þessi stúdíó koma til okkur og vilja semja aftur, þá ætlum við að fá 50%. En við fáum það ekki nema að geta lagt út 50% af kostnaðinum. Hvernig á það að vera hægt þegar við eigum enga peninga og við fáum ekki nema 5% af hagnaðinum?
þá kom Steve Jobs með töfralausnina. Það ekkert mál. Skráum Pixar í kauphöllina sömu viku og myndin frumsýnd. Og þegar að hún frumsýnd og allir sjá Toy Story, eiga allir eftir að vilja kaupa hlutabréf í Pixar. Við fáum fullt af peningum, Disney kemur skríðandi til okkar, við gerum samningin strax og þetta alltaf að fara að ganga upp. Og þetta gekk upp nákvæmlega svona. Disney komu, þeir eruðu allir milljarðamæringar á nokkrum mínútum þegar fyrirtæki var skráð í kauphöll og margfaldast í verði strax. Toy Story sló í gegn, næstu samningar þar og eftir gerðu Pixar að risa fyrirtæki. Og svo var það seinna, 2006 minni mig, ég fer með rétt mál, sem Pixar að lokum selt og Steve Jobs átti stærsta meiri hluta í Pixar, selt til Disney fyrir 600 milljarða króna. Það borgað fyrir með hlutabréfum, þau þenjast út í verði og árið 2011 þegar Steve Jobs dó, voru 90% af þessum 1200 milljörðum hans hlutabréf í Disney. Og einn ríkasti maður í heimi sem tengdur var alla tíð við Apple, átti ekki að minna við 10% þaðan og restin var vegna þess að George Lucas skildi við konuna sína og þurfti að selja Pixar. En ef við bregðum okkur aðeins út í game, þetta var svona smá hliðarsaga, þá kom það líka upp þegar við héldum hér í Íslandsbanka ekki ósvipaðan fyrirlestur fyrir að mig minni 6 árum síðan, að til þess að hanga okkur á einhverju að þá telji fólk mjög sniðugt að tala um það að það geti ekki verið að við ætlum að reikna út hvað helstyrning kostaði. En við snúum því bara úr vörn í sókn og erum auðvitað löngu búin að reyna það. Það hins vegar engin hægðarleikur vegna þess að það þarf að áætla ansi margt. Þannig að þeir útreikningar sem ég ætla aðeins að greina frá hér eru auðvitað bara beinlínis út í loftið, en þeir eru samt svona eftir bestu vitund framkvæmdir. Nú við gefum okkur þær forsendur, við vitum hversu mikið stál á að hafa verið í fyrra helstyrninu. Og við reiknum það bara með að við verða á stáli hér á jörðinni í dag. Við vitum ekkert hvað kostar að ferja hlut út í geim eða hvað orka kostar, en við bara reiknum með því að það sé ókeypis á þessum tíma. Og það sé bara hreinlega notuð þrælavinna til þess að setja þetta allt saman. En við vitum líka hvers konar hernaðartól eru þarna inni og faratæki, skip, flaugar og allt slíkt. Við berum það saman við það dýrasta sem gengur og gerist hér á jörðinni, hjá Bandaríkjaher. Hvað með launakostnaði? Heilmikill launakostnaði sem fylgir þessu. Og við reiknum með að þeir sem starfa þarna í yfirstjórn séu á meðallaunum í Svíþjóð, aðrir séu á lágmarkslaunum á Indlandi. Og reiknum með 1 ári þarna og svo svona sáldurum við hinu og þessu inn í þetta og finnum út að áætlaður kostnaður okkar á því að reisa helstyrni sé 220 milljónir milljarða króna. Eða 220.000 billjónir króna. Það ofboðslega há fjárhæð. Til samanburðar heimsframleiðsla jarðar, samanlögð landsframleiðsla allra landa á jörðinni, þessi tala hér, þið þurfið að margfalda með 21 til að fá út helstyrnið. Þannig að niðurstaðan er að minnsta kosti í dag að við erum aldrei að fara að geta þetta. En hvað með þá sem reistu þetta, byggðu þetta? Er þetta svo fráleitt? Það eru 1750, það voru 1750 plánetur í keisaraveldinu, eða í Empire. Og ef við reiknum með að hver og ein þeirra sem sömu heimsframleiðslu og jörðin og að skatttekjurna, þetta séu þetta allt skattlagt og skatttekjurna séu það sömu og í Svíþjóð, svo höldum okkur við það fólk, að þá lítur þetta svona út að það eru ógurlega skatttekjur sem fást bara á 1 ári og þrátt fyrir að þetta sé mikið í okkar samhengi að þá er þetta það lítið í þessu samhengi að það er eiginlega óábyrgt að hafa ekki byggt fleiri. Og ég leyfi mér eiginlega bara fullir af það. Það reyndu svo sem einu sinni. En vindum okkur aðeins aftur á bíómiðunum. Þetta eru ofboðslegar tekjur en í íslensku samhengi. Við vorum búin að leggja saman allar þessar myndir og bera saman við íslenska kvikmyndaframleiðslu. En hvað ef við skoðum bara eina mynd á 1 ári og setjum í samhengi við Ísland? Síðasta, ef að segja, stórmyndin kom, Last Jedi, sem var önnur myndin í 3. þríleiknum, að hún þjenaði í bíómiðasölu svipað og við Íslendingar vörðum til heilbrigðismála á því sama ári og var örlítið minna en bara heildar útflutningur sjávarafurða frá Íslandi.
hugsa ykkur umfangið á íslenskum sjávarafurða útflutningi og íslenska heilbrigðiskerfinu miðað við alltaf fólk sem fer í bíó og kaupi miða á eina mynd. Svona stærðargráðan á þessu. En tekjurnar koma frá öðrum stöðum þar á auki og það eru auðvitað alls ekki bara bíómiðar. Hvað með tölvuleikina til dæmis? Tölvuleikir hafa verið seldar frá því á 9. áratugnum. Star Wars tölvuleikir hafa svona með misjöfnum árangri. Það hafa verið gerðir samningar við misjöfn framleiðslufyrirtæki. Nokkur reiknar svo til að vel að í dagsins í dag hafi tölvuleikinir selst fyrir 700 milljarða króna. Og Jedi Fallen Order sem nýjasti leikurinn, kom út núna í nóvember, hann ætlar bara að halda áfram þessu mikla spretti sem tölvuleikinir hafa verið á undanförnum vegna þess að það hefur einungis einu sinni gert að Star Wars tölvuleikur hafi selst hraðar og það var Battlefront. Þannig að áfram hrúast inn tekjurnar þrátt fyrir að það hafi auðvitað verið gagnrýnt hvaðan koma en það er verið held ég aðeins að koma til móts við spilara með að láta nú bara kaupverið duga að einhverju leyti að minnsta kosti. Til viðbótar það eru auðvitað heilmikill varningur sem hefur verið seldur í öllum mögulegum útgáfum, VHS-bólur, Blu-ray-diskar, DVD-diskar, streymi í sjónvarpi sem eins og við sjáum á eftir jafnvel hærri tölur en bíómiðarnir. Og allir þeir sem eru hér inni sem hafa farið í gegnum þessa, sem ef að segja eru kannski eldri en 30 ára, ef að segja það, þekkja það alveg hvað það algengt að VHS-bóla jafnvel nokkrar útgáfur síðan á sama heimili hafi verið í sömu hillunni á sama heimilinu. En bækur eru sömuleiðis stór hluti af Star Wars. Og þá þurfum við auðvitað líka að setja það í eitthvað samhengi og ef við reynum að setja það í íslenskt samhengi. Þetta eru auðvitað talsveit ódýrari bækur en íslenskar kiljur, stórar, sem eru kannski, eru nú talsveit dýrari. En sölu tekjur af Star Wars bókum eru ekki undir samanlagðir í sölu Arnaldar Indriðasonar, Yrsu Sigurðardóttur og Ragnars Jónssonar til samans. Sem segir bæði hvað þeim gengur vel, að segja þó ekki nema tvöfalt meira, en líka hvað eru margir sem lesa Star Wars bækur. Varningur af öllum stærðum og gerðum eitthvað sem við til dæmis tókum vel fyrir hér fyrir nokkrum árum á sambærilegum fyrirlestri. En mér langar að deila með ykkur einni sögu varðandi það. Við munum sjá á eftir hvað fjölda framleiddur varningur kostar. Þannig að þið getið ímyndað ykkur hvað einstaka flík úr upprunalegri mynd kostar. En kublinn hans Obi-Wan Kenobi týndist. Og enginn vissi hvar þessi kubl var. Þar til fyrir tiltölulega skömmu síðan að hann dúkkaði upp. Og hvar dúkkaði hann upp? Hann dúkkaði upp á búningaleigu sem hafði leigt hann út meðal annars sem Obi-Wan Kenobi kubl fyrir fólk sem gat þá verið að sýna sig, sjáu mig, ég Obi-Wan Kenobi og hafði ekki hugmynd þetta væri hinn eini sanni. Hann kemur líka fram í The Mummy myndinni, hann var leigður út til einhver statista í myndinni. Getið ímyndað ykkur verðmæti á svona mun. En hvað með dót, leikföng, módel? Í rétti kringum aldamótin árið 1999 hafði Lego, fjölskyldufyrirtæki í Danmörku, skilað tapi í fyrsta sinn og var í ákveðinni krísu. Þá var brugðið til þess að heyra aðeins í Lucasfilm sem voru að fara að koma út með Phantom Menace, fara að koma Star Wars aftur í gang á hvíta tjaldinu. Þetta var fyrsti samningurinn sem Lego gerði við annað vörumerki. Það var það að heyra þarna í Star Wars og að hvort það væri hægt að búa til dót merkt þeim. Og það var smá ströggl svona til þess að byrja með og reksturinn gekk svo sem ekkert frábærlega. En þegar upp staðið alveg ljóst að samningurinn við Star Wars og Lucasfilm eitt af því sem hreinlega bjargaði Lego frá gjaldþroti. En þetta var líka dæmi það svona þar sem 1 + 1 eitthvað miklu meira en 2. Vegna þess að Star Wars hagnaðist auðvitað ákaflega vel á því að ná með þessum hætti nálgast yngri markhóp sem var nauðsynlegt á þessum tíma. En hér ég með 3 módel á skjánum sem að ég ætla að nota hér til þess að fara í mjög óábyrgar pælingar. Það mjög óábyrgt þegar við erum að tala ávöxtun og fjárfestingar að velja einhverja 3 út sem hafa reynst mjög vel. En það samt það sem ég ætla að gera hér, bara því við erum aðeins að leika okkur. Ég hér aðeins búin að taka saman hvað þetta kostaði nýtt á sínum tíma og hvert verðmætið í dag.
Og ef við tökum til dæmis dæmi fálkann hérna vinstra megin á myndinni, þá sjáum við það að 2007 á verðlagi dagsins í dag kostaði hann 75.000 kall út úr búð, 76.000 kall. Á uppboði, staðfestu uppboði árið 2015, seldist sama leikfang, sama módel, á 734.000 krónur. Og hinn verðin miðað við 2019 miðað við það sem að væri svona mögulega hægt að nálgast þetta á núna í dag. Þetta er munur sem að var fjöldaframleiddur árið 2007, hugsaðu ykkur. Hvað þýðir þetta þá í ávöxtum? Sá sem er með einhverja möguleika sem ég hef ekki heyrt af til þess að fara aftur í tímann, veit að því að þetta eru góð kaup, fer og kaupir og velti fyrir sér hvað þýðir þetta á ári, þá er þetta ávöxtunartölurnar sem er nú bara alveg ljómandi gott og ég held að allir myndu segja. En það er ekki þar með sagt að Star Wars Lego sé góð fjárfesting, en þessir þrír munir voru það og þetta er auðvitað bara gert til gamans. En við reyndum að fara svolítið langt með þessa pælingu, vegna þess að það vantar ofsalega mikið upp á þá útreikninga sem eiga að sýna okkur hversu miklar hafa tekjurnar af Star Wars í heildina raun og veru verið. Þetta vantar allt of oft. Það sem við gerðum, við reyndum að sundurliða þetta, fara niður í hvern og eitt undirlið, uppfæra miðað við verðlag dagsins í dag og leggja þetta saman. En ef við kíkjum fyrst á sundurliðina þá lítur hún nokkurn veginn svona út. Varningur er langsamlega stærstur hluti tekna, þetta er ekki hagnaður, þetta eru tekjur. Bíómiðarnir og bíósýningarnar eru efstar, svo sjáum við hvað VHS-bólurnar á sínum tíma og svo DVD og Blu-ray er gríðarlega mikið. Þarna undir öðru sem virka lítið á þessari myndin eru samt 156 milljarðar króna. Íslenska ríkið til samanburðar ætlar að verja 900 milljörðum á næsta ári í allt. Og undir öðru er tónlist, það er streymi, það er allt mögulegt þarna inni. Hvað er þetta þá samtals? Þetta eru 9.400 milljarðar íslenskar króna. Bara umfang íslensks hagkerfis í 3 ár. 3 sinnum meira en landsframleiðsla Íslands. Þetta er það næsta sem við komum því að geta sýnt einhverja tölu á skjánum. Ef við ætluðum að fara alla leið með þessar æfingar og reyna að draga frá kostnað, þá þyrftum við að hakka einhver kerfi sem við komumst ekkert inn í, eða einhverja reikninga. En hvernig gekk þetta þá út? Að mínu mati versta mynd sem hefur verið tekin. Og við sjáum það bara á svipnum á George Lucas. Eina sem hann getur huggað sér við er að þið sjáuð hvað vasanir hans eru bólgnir af peningum vegna þess að þarna er hann búinn að tróða inn á sig 500 milljörðum króna og varð að taka á sig, þetta var bara í samningnum. Hann hefur örugglega bara hækkað um 100 milljarða gegn því að þessi mynd er tekin. En hann gekk frá borði með 500 milljarða. Hann hefði ekki fengið þessa 500 milljarða ef hann hefði ekki átt þetta. Og hann hefði ekki átt þetta ef hann hefði ekki samið fyrir myndina sem kom út 1977 það að fá aðeins minna borga sér leikstjóri gegn því að eiga þetta allt saman. Það er góðan samning. En hvað með Disney? Var gott hjá Disney að kaupa þetta? Það á auðvitað eftir að koma í ljós hver hagnaðurinn verður. Ef við skoðum bara tekjurnar eða hagnaðina bíósýningum hingað til, þá reiknum við með að þær kvikmyndir sem hafa komið út í bíóhúsum frá því að Disney tóku við hafi skilað hagnað upp á 350 milljarða dollara af þessum 500 sem þeir greiddu. En á sama tíma hefur verið fjárfest alveg hreint ógnvænlega mikið. Galaxy's Edge skemmtigarðarnir kostuðu 250 milljarða, bara þessir 2. Og það er meðal annars greitt fyrir það með því að láta fólk borga 1000 kall fyrir bláa mjólk, sem er allt og mikið fyrir mjólk, en einhverju hluta vegna er fólk tilbúið að borga bæði mikið inn í þessa garða og fyrir mjólkina. En þessar óðbúðslega miklu fjárfestingar eiga auðvitað ennþá eftir að skila einhverju. Þannig að við vitum ekki ennþá hver niðurstaðan verður. Það eru 9 sjónvarpsþættir í sjónvarpinu, Mandalorian eða á streymisveitunni Disney Plus, sem ber uppi þessa 9 streymisveitu Disney. Og er ein forsenda þess að farið var á stað með hvelli, það var það að það varð auðvitað að vera risastór þáttasería sem kostaði 12 milljarða að framleiða bara fyrsta sísoni. Þetta eru með dýrustu þáttum sem gerðir hafi verið. Það hefur verið að fjárfesta með þeim hætti sem Disney gerir.
Disney kaupir vörumerki sem hættir að rúlla áfram út í því óendanlega. Hvernig eru Pixar? Munu þær myndir einhvern tímann hætta? En Marvel? Einhverja líkur á því að við sjáum fyrir endan á Marvel? En hvað með Star Wars? Þið getið ímyndað ykkur með því hversu vel gengur. Hversu ofboðslega mikið þau eftir að græða á Baby Yoda 1, Baby Yoda 2 og Baby Yoda 3, Back to School. Það verður eitthvað ofboðslegt sem að þau fá í vasan þá. Þetta hugmyndin. Kaupa vörumerki sem eru stór og mikill heimur, býður upp á það að sá ofboðslegi kraftur og þau aðföng og þeir möguleika sem Disney hefur sem fyrirtæki að nýta það til þess að rúlla sem bolta endalaust. Ástæða þess að þetta voru góð viðskipti fyrir báða aðila var það að Lucas hefði sennilega ekki getað fengið 500 milljarða ef hann hefði selt þetta til lítils fyrirtækis. En þetta að samaskapi góð kaup fyrir Disney vegna þess að fyrirtæki sem á sjónvarpsstöðvar, streymisveitur, skemmtigarða, verslanir út allan heim getur búið til miklu meiri peninga úr Star Wars en George Lucas gat sjálfur. Og það mergurinn málsins. Nú styttist í það að heldur betur, ekki bara ekki á morgun heldur hinn, sem þriðja mynd, þriðja þríleiks Star Wars, Rise of Skywalker verður frumsýnd. Og það að koma jól, hér allir hressir og við dyrnar stendur hann Ragnar, Trausti í jólaskapi og þegar þið farið hérna út á eftir þá skulið þið endilega pota hans í hann af því að hann með bíómiða sem okkur langar að gauka hans að ykkur hérna á leiðinni út. En það verður einmitt gaman að sjá hvernig þetta lendir allt saman. Þessi mynd að fara að skila tilætluðum árangri? Síðasta mynd gerði það ekki, en þetta verður þrátt fyrir að það sé verið að loka einhverjum ákveðnum kafla þá þetta vísfjörði að vera lokið. En munið eftir því sem ég sagði Alec Guinness og samningin sem hann gerði og alla þessa milljarða sem hann fékk. Steven Spielberg og alla þessa milljarða og George Lucas og þessa 500 milljarða. Þetta fór ekki alveg eins hjá Svarthöfða sem var hérna inni mitt áðan. Ég held að þess vegna hann var rokið út í fússi. James Earl Jones var boðið að þykja prósentur sömuleiðis. En hann gerði þau mistök að tala við umboðsmann sinn. Hann sagði, treystu mér, mætt á svæðið, talaði inn á þetta, taktu þessi 5.000 pund og hlauft út. Og verðlagi dagsins í dag reiknast okkur til að James Earl Jones hefði fengið 5 milljónir króna fyrir sitt framlag til fyrstu Star Wars myndarinnar en ekki það sem á endanum urðu 9 milljarðar hjá Alec Guinness fyrir þá fyrstu og 12 fyrir þar allar. Þannig að eftir þessa gegnumferð, það sem ekki þau neitt nema stóra tölur, þá kannski ágætt að draga okkur niður á jörðina með einni lítilli. Takk fyrir kærlega.